Það eru margar fyrirmyndir í lífinu en ein skara kannski fram úr og það föðuramma mín, Elín Vigfúsdóttir. Hún var svona kona á undan sinni samtíð. Hún fór í skóla þegar hún var ung í kvennaskólan og átti sinni ekki að halda áfram en það sem hún sýndi svo góða námsárangur og fekk hún skólastyrk og fekk að halda áfram. Fór síðan og lærði í kennaraskóla Íslands, var farandkennari í 7 vetur. Síðan giftist hún þrítugt held ég og var hún ófrísk en þá hafði hún búin að ákveða að fara í nám til Kaupmannahafnar, svona matreiðslunám og ákvað samt að fara. Ófrísk og þegar hún kom tilbaka eftir nám þá var hún eiginlega komin á steypinu. Þetta var svona getið auðvelt að fara í siglingu til Kaupmannahafnar, nýgift og ófrísk á þessum tíma, 1921. En hún var alltaf svona undan sinni samtíð. Þegar hún var eldri árum þá tók hún svona heilsurækt, var alltaf að labba allar heiðar og grundir og konin á sveitinni hélt hún væri bara alls ekki með öllum mjalla. Þetta þekktist ekki þá. En hún taldi það að þetta væri alveg mjög mikilvægt. Heilsa og andaheilsa væri svo nátengd. Það var nauðsynlegt að rækta líkamann. Hún var þannig að hún sagði einhvern veginn að það er bara eitthvað þannig að þá er enginn að segja þig hvað þú getur. Þú þarft ekki að fara hefðbundnar leiðir. Þú getur bara allt sem þú vilt gera. Já, ætli fyrirmynd, ég er með svona margar sterkar kvenfyrirmyndir af því ég kemur úr fjölskyldu með rosalega svona ákveðnum og duglegum konum. En ætli megin fyrirmyndi mín sé ekki örugglega bara mamma mín. Hún var rosa óhrædd við að vera öðruvísi og fara sínar eigin leiðir og hún opnaði sitt eigið fyrirtæki kringum 1980 og var mikill forsprakki í því sem hún var að gera. Fyrirmyndi mín svo sem kannski ekki ein sérstök persóna, heldur myndi ég segja að séu margar fyrirmyndir. Upphafi er náttúrulega foreldrarnir sem kannski móta mann og koma svona einhverju stefnu á lífið hjá manni. En ef ég er að nefna einhverja eina persónu sem ég ætla reyndar að fá að hafa 2, þá er það kannski helst afi minn og amma hérna á Akureyri, Hermann Stefánsson og Þórhildur Steingrímsdóttir. Ég flutti norður í menntaskóla þegar ég var 15 ára og bjó hjá þeim og hafði náttúrulega verið mjög mikið hérna sem bara krakki á sumrin oft og þau svona myndi ég segja kannski fyrir utan foreldrana mótuðu mig hvað mest varðandi bara svona sýn á lífið og tilveruna og ég myndi segja að þau 2 séu svona kannski þær persónur sem hafa mótuð mig mest að frátöldum foreldrunum. Fyrirmyndi mín er mamma, Valgerður Davíðsdóttir. Hún er alveg einstaklega góð kona og ég á henni ansi margt að þakka. Ef ég væri, ég hef trú á því að ef ég hefði átt einhver aðra mömmu þá væri ég ekki á þeim stað sem ég er í dag. Hún var heimavinnandi með okkur bræðurna þar til ég var 10–11 ára. Hjálpaði mér rosalega mikið. Ég var svona strákur sem þurfti bæði aðhald og rútínu og það er henni að þakka að það tókst og bara betri manneskju er ekki hægt að finna. Hún er aldrei manni eftir hún hafi verið vond eða slæm við neinn einasta mann eða konu og hún er svona kannski sem lýsir henni best er að hún setur alltaf fjölskylduna og okkur börnin sín í fyrsta sæti og það skiptir ekki máli, hún myndi afbóka ferð til Dubai ef hún þyrfti að passa fyrir mig ef ég ætlaði í bíó og ég hef reynt að temja mér hennar siði og hennar venjur frá því að ég allavega fór að ala upp mín eigin börn og frá því að komst á svona fullorðins árin og ég sé það alltaf betur og betur í dag hvað hún er mikilvæg persóna í mínu lífi og hvað ég henni mikið að þakka. Fyrirmyndin mín er mamma mín sem heitir Jóhanna Jessen og það er alveg mikil ástæða bak við það en hún er svo sem hefur alið mig upp og ég er rosalega stolt af henni fyrir það og þakklátt. En það sem ég finnst það sem ég lít mest upp til hennar er vegna þess að hún er svo heiðarleg og þegar hún gerir mistök þá bara viðurkennir hún þeim og lærir af þeim og reynir að gera betur næst og mér finnst það frábært. Mér finnst það mjög góður eiginleiki ef að fólk hefur þann kost. Þannig að ég er rosa stolt af henni og svo er hún bara yndisleg. Góð. Fyrirmyndirnar mínar eru mamma mín sem að ól upp 7 börn og eftir að hún var búin að ala þau upp þá fór hún að vinna úti, vann á frystihúsinu og þvottahúsi sjúkrahússins og fyrirmyndir mín eru auðvitað líka kona mín sem er betri helmingurinn af hjónabandinu auðvitað og já, er að ala upp 5 börn og manninn sinn auðvitað leið.
Og síðan verð ég auðvitað að nefna Vigdísi Finnbogadóttur af því að hún algjör fyrirmynd á heimsmælikvarða. Hún auðvitað fyrsti þjóðkjörni kvenforsetinn og hún hefur verið mér fyrirmynd æ síðan og líka löngu eftir að hún búin að vera forseti þá heldur hún áfram að berjast fyrir umhverfisvernd, að berjast fyrir íslenskunni og mannréttindamálum og tungumálum yfirleitt og mér finnst öll hennar framkoma bæði á menningarsviðinu, í stjórnmálum, í feminisma finnst mér Vigdís Finnbogadóttir vera dásamleg fyrirmynd sem við ættum öll að líta til. Mínar fyrirmyndir eru svo sem þó nokkrar, eiga flestar sameiginlegt að vera svona, hvað sem það kannski töluvert eldri og reynslu meir en ég, foreldrar mínir og bara margar manneskjur, en það þó ein sem yngri en ég, pakistönsk stelpa sem heitir Malala Yousafzai, sem hefur kannski vakið töluvert mikla athygli, yngsti viðtakandi friðarverðlauna Nobels og hefur barist rosalega mikið fyrir menntun stúlkna í sínu heimalandi og bara með Austurlöndunum og svo sem á heimsvísu. Eins og ég segi hefur verið mikið í sviðsljósinu frá því fyrir, það eru eins og verða 2 ár síðan að reynda að taka henni af lífi. Þá var hún held ég 16 ára gömul. Hún komst lífs af og bara hefur náð ótrúlegum bata og haldið áfram sinni baráttu, bara haldið ótrúlega áfram og það er rauninni fyrst og fremst það hvað ótrúlegur baráttuandi og kjarkur í henni sem gerir hana að minni fyrirmynd. Fyrirmyndna mínar eru þær konur sem ég hef bundist tilfinningaböndum, mamma mín og síðan föðursystir mín, mikil og merkileg kona sem hefði orðið 99 ára núna síðasta júní og hún var hjúkrunarkona, eignaðist engin börn, var berklaveik, ung og gat þess ekki átt börn. En var kona sem naut lífsins og lifði lífinu lifandi. Hún var fylgin sér og ákveðin og satt aldrei heima eða voru ferðalög eða ævintýri í boði. Þannig að þegar hún lifði þá lifði hún vel og naut lífsins alveg í botn og allt það sem það hefur upp á að bjóða. Hún var líka mjög víðlesin og víðförull og lenti í mörgum ævintýrum á lífsleiðinni og hörkutól og mikill nagli. Eitt af erfiðustu símtölu sem ég hef átt þegar ég ákvað að fara í framboð var til hennar. Hún var gamall og gegnheill sósíalisti og ég hringdi í hann og sagði henni að ég væri að fara í framboð fyrir íhaldið. En hún virti þá skoðun engu að síður þótt við værum öndverið með í pólitík og studdi með mér ráðum að dáði eins og hún gerði allar konur til góðra verka. Ég held að komið að sjálfu sér að það séu helst foreldrar mínir og systkin sem séu fyrirmyndir mínar. Maður tekur eftir væntanlega því góða í fari fólksins gegnum tíðina og kannski tileinka sér það. Og kannski helsti áhrifavaldurinn bróðir minn, sá næsti fyrir ofan mig, ég yngstur. Hann 4 árum eldri en ég, heitir Oddur Sigurðsson og ég hef trú á að hann hafi haft þó nokkur áhrif á mig. Ákaflega stabíl maður og velgerður. Og sem sagt ég hef alltaf mikið með honum í uppvextinum. Þannig að ég held hann hafi svona áðeins að ég gerði mig grein fyrir því haft hvað mest áhrif á mig. Fyrirmyndi mín Vigdís Finnbogadóttir, fyrrverandi forseti Íslands og ég held að fyrir marga af minni kynslóð, bæði karla og konur, þá hún svona ótvíræð fyrirmynd. Það hvernig hún sjálfstæð kona, einstæð móðir, tókst á við feðraveldið í kosningabaráttunni og sigraði það með alltaf ákveðinni virðingu og reisn og svolítlum húmor líka. Það náttúrulega aðdánavert og svo bara hvernig hún vann hug og hjarta þjóðarinnar á þeim tíma sem hún satt sem forseti og hún hefur alltaf komið fram við alla virðingu og hlýju og það held ég sé svona meðal hennar stærstu kosta sem að maður horfir til. Svo held ég hún sé líka bara eldklár, það var náttúrulega margoft sýnt sig og glæsileg kona og ég held að fyrir mig þá ekki hægt annað en að nefna hana þegar ég fer að hugsa hver mín fyrirmynd.